Sko þokkar, nú erum þið að horfa okkur á tölvu, okkur sjáið eitthvað. Og þetta virkar allt á transistornum. Og transistor bara lítill einhver kassi svona, eða kubbur, með 3 pinnum. Oftast eru þau teiknaðir, oftast eru þeir við fáum kelliputu hérna, gati hérna á 3 pinnum hérna. Þetta eru 3 pinnar hlutir. Og það fer eitthvað merki inn í þá, háspenna verður á 0, lægri, þetta kallað sínusbylgja, þetta bara loftnet og úturinn kemur miklu stærra merki. Þetta eru magnarar. Að magna því að þú fær lítið merki inn og þú fær hátt út. Það eins og einhver hvíslar einhver að þér, klukkan 10 og þú kallar klukkan 10! Þá ert þú að magna. Þú ert magnari. Þú fær einhver merki inn og gefur sterkari út. Þetta transistor. Og ég ætla aðeins að hérna, og þeir eru til að mörgum tegundum, eða reyndar í grunninn eru til að 2 tegundum. Og ég ætla að byrja bara hérna þokkar, að ég veit að þið elskir lotukerfið, síðan skóla. Lotukerfið svona, það að segja, jörðin hérna og sólin og alheimurinn búinn til cirka úr segjum bara 100 tegundum af atómum. Og þau eru listuð upp hérna í þessu hérna lotukerfi. Og þetta eru svona, þessi dálkar það niður, það er að segja atómið það plúskjarni hérna. Það plús í miðjunni á því, þetta alveg svo jörðin og tunglið. Það plús hérna í miðjunni og svo rafeind hérna sem snýst í kringum plúsinn. Og svo koma það getur verið mest 2 á fyrsta kvölinu, þetta getur verið mest 2, svo getur það verið mest 8 hérna og svo getur það verið allavega, en ysta kvölið getur aldrei haft fleiri en 8. Og atómin þau tengjast hvort öðru með tilliti til fjölda rafeinda á ysta kvöli. Ef það nú hérna atóm, sem við segjum bara hérna með eina rafeind hérna. Hér bara ein rafeind. Og hér annað atóm hérna, fullt af kveljum hérna, og hér eru 7 rafeindir hérna. Hér bara ein hérna, 1 og 7. Hérna bakvið þess að hérna eru 8. Ef að þessi eina rafeind fer hingað yfir, þá þetta atóm mjög ánægt. Þá það komið fullt, markmiðið alltaf að hafa fullt ysta kvelj. Þá það komið 8 og þetta atóm hér líka mjög ánægt, því að þá það 8. Og þá fer þessi eina, hún fer hingað yfir. Og þá eru konar 8 hér, 7 verður á 8 hérna, og þetta hérna, 1 verður á 8. En hérna eru ennþá, sem hérna séu bara 20 rafeindir, og þá eru 20 plúsar hér, það eru alltaf jafnmargir plúsar og rafeindir. Þá eru atómið óhlaðið. Og sem hérna séu bara 16 rafeindir hérna í þessu og 16 plúsar hérna. Ef það kemur ein rafeind hingað yfir, þá ertu komin úr 16 upp í 17. Þá ertu komin 1 mínus meir en plús. Og þá rafmagnið sem kallað atómið hlaðið, neikvætt hlaðið, og þá heitir það jón. Og hérna vantar hérna rafeind, það voru 20 áður, það eru 19 hér og 20, og þá er þetta plúshlaðin jón og mínushlaðin jón. Þetta bara svona upprifið fyrir ykkur. En aðalmálið þessu að það er ysta kvelið. Og þá sjáum við hvað gerist, hvað talar ídeal fyrir atóm, ef það eru 4 rafeindir á ysta kveli. Þá atóminu alveg sama hvort að, ef að það hér atóm sem við kannski séum bara með 6, og hér annað atóm, hérna, og það með segjum bara 2, þá þessu atómi hér sama hvort að það lætur frá sér rafeindir hingað eða hvort það tekur rafeindir hérðan og hingað. Þetta svona diplómatinn. Atómið 4 og það þessi dálkur hér, hérna. Þessi dálkur hérna allur, með 4 rafeindir, sko, hér ein rafeind kveli, 1, 2, og ég tekna það eitthvað ösp á sjá. Hér ein rafeind, austakveli, 2 austakveli, 3, og þetta átti að vera dálkur með 2. Það átti að vera svona. 1, 2, hér eru 3, og hér eru 4 strákar. Og hér kolefni, og hér silikon, og hér germaníum. Þessi atóm
eru öll með 4 rafeindir á ysta hveli. Þannig að þau geta tengst, þau geta annað gefið frá sér rafeindirnar allar, eina eða allar, eða tekið við rafeindum. Þetta eru þægilegustu krakkarnir í bekknum. Þau geta verið vinir allra. Það er þessi dálkur hér. Atómið 3 rafeindir vilja losna við þar, atómið 5 rafeindir vilja fá fleiri. Og hérna lengst til hægri eru atóm með 8 rafeindir á ysta hveli, hér eru 8, og þau eru svona eins og sko, einhver karakter sem það þarf enga vini. Hann stendur alveg einn í lífinu. Þessi atóm hérna eru slökkviefnin, halógenar. Þetta er það sem menn nota þegar þú spötar á eld, þá bindastu ekkert við neitt. Þau bara kæfa, þau breiða sér yfir eldinn og bara slökkva hann. Því að þau þurfi ekki, þau geta ekki bundist við neitt. Og ef þið andið þessum halógenum að ykkur, þá er þetta bara degiðið. Því að það fyllir lungun af einhverjum gasi sem að getur ekki bundist neinu. En þetta er okkar gæjar hérna. Kolefnið, sem er náttúrulega merkilegasta efnið af öllum, af því að alla lífverur, það er með 12 plúsa, það er með sem sagt, sko, já, okkar atómið þau eru aðeins flóknari, það er ég ætla bara aðeins að sýna hvernig þetta er í raunheimum. Atómin eru með róteindir í miðjunni sem eru þessi plúsar, og svo eru þau með neftrónu sem ég kalla bara límeind. Hér er plús og hér er plús og hér er plús. Á milli þeirra er neftróna og það eru jafnþungar. En það hafa enga hleðslu. Og hér er svo bara þessar rafeindir hérna, hér í kring, svona. Og þannig ef við bara teikna uppsettum við bara kolefnisatómið, þá voru það 6 plúsar hérna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og það eru 6 límeindir. Eða 6, það heita nifteindir. Svona. Þetta hér er kjarninn. Og þetta eru þá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stykki. Og það tala hér. Þetta er þetta massatala. Það eru 12 einingar í kjarnanum. En það eru bara 6 rafeindir. Og þær eru þá hérna, það eru 2 hérna á fyrsta hvellinu og svo eru 4 á næsta hvellinu. Þannig að þetta er mínus, mínus. Það eru 6 mínusar mútið 6 plúsum. Atómið er eini rafeind beinist einu plús og svo eru 6 límeindir sem líma þetta saman, sem heita nifteindir. Þannig að þetta er heildarfjöldi kjarna og fjöldi rafeinda. Og silikonið, það er 28 og 14. Það eru 28 stykki í kjarnanum og það eru 14 rafeindir. Og 14 rafeindir, hvernig myndu þær nú raðast? Hér eru 28 hérna stykki hérna í kjarnanum og svo koma hérna 14. Hvel 1, hvel 2, hvel 3. 2, 8 og 4. 4 rafeindar á ysta hveli. Þess vegna er þessum dálk hérna. Hér eru öll atómið með 4 rafeindar á ysta hveli. Þetta er silikonið. 28 hérna því að 14 plúsar og 14 neutrónur. 28 samtals. Og þetta er það efni sem við notum í hálfleiðara, í transistora. Kolefnið, það eru við sjálfur. Allt í okkur, beinin, blóðvökvinn, frumurnar, taugaendarnir, húðin, allt í okkur er búið til kolefni. Efnafræði skiptist í tvennt. Það er efnafræði kolefni sem er stað hér og svo allt hitt. Þetta heitir lífræn efnafræði af því að kolefni er í allar lífverur eru búin til kolefni. Þetta er lífræn efnafræði, það er bara þessi kuppur hérna. Allt hitt heitir ólífræn efnafræði. Þannig að þetta fyrir efnafræði þá velja menn, það fara með sem bara fyrsta árið upp í háskóla, efnafræði, og svo þarf menn að velja. Ætla ég að taka lífræn efnafræði, sem er bara kolefni, eða ólífræna, sem er allt hitt. En þannig að við erum nú að horfa bara hérna á þetta silikon. Við hefum alveg getað notað sko kolefni hentar ekki í transistora og germaníum kannski, silikonið er lang heppilegast. Og þessi menn
gera eða gerðu, þá fá okkur svona kubb hérna, okkur kubb, 3 kubba, alla á silikoni, 1 kubbur hérna, 2 kubbar hérna, 3 kubbar hérna úr silikoni. Nema hvað, hérna atómið 3 á Ystakveli og við hrærum því saman við einhver kubb hérna. Hérna setjum við, þetta silikon hérna, pluss 3 rafeindir. Og hér silikonkubur hérna, annar silikonkubur, og við setjum inn í hann með 5 rafeindum, pluss 5 rafeindir. Hér eru fleiri rafeindir, það er að segja 4 eru vanalega hjá okkur, þessi eru með 5, þannig að köllum við N, negatív. Og hér eru 3, köllum við P, það er pósitívari. Þannig að þetta er N og P efni. Það er í grunninn silikonkubur og það er búið að dópa hann, það er búið að blanda aðeins nokkrum atómum úr dálknum hérna í eða úr dálknum hérna í. Hræra nokkur atómum hingað eða þessum eða þessum. Og þessi kubbar þá verður þetta svona, það verður þetta hérna þessi dæmi. Hér er N-efni, P-efni og N-efni. Og þetta átti einhver að þetta í hug, bara einhverjum bara vísindamanni að taka svona silikon og dópa það eins upp, búa til 2 tegundir af því með það sem vantar rafeindir og það sem eru of margar rafeindir. Og síðan tengjum við þetta bara 1 vír hérna í, hann er base, 1 vír hér í, hann er kollektor, 1 vír hér í, hann er emitter og þetta er transistorinn. Hann er búinn til úr N-efni, P-efni og N-efni, eða úr silikoni. Og þetta sem sagt er grunnurinn að öllum hálfleiðurum, það er silikoni. Þið hefur heitt talað um silikonvolley, eða silikon heitir kísill á íslensku. Kísill er sama silikon. Kísildalur, eða silikonvolley, það er bara þetta er frumefni sem er með 4 rafeindir á Ystakveli. Og þannig að hann er teiknaður svona, og þetta þurfum við að kunna. Þetta er base hérna, base, base, kollektor, en hann hefur stafinn C að því á ensku er þetta með svona, kollektor, C og emitter hérna.